Velkomin í innri hug íþróttarinnar með Emil Steinar. Markmiðið með þessa þáttum er að ég get hjálpa þér í gegnum daginn hvort þú sért í íþróttum, líkamsrækt eða út í hreyfingu. Til dæmis úti að labba, úti að hlaupa eða úti að hjóla. En aðalmarkmiðið er að þér líður vel og þú sért ánægður þar sem þú ert núna. Að þér líður ekki illa og að þér finnst þú vera einskis virði. Það er ekki satt. Allir eru mismunandi. Mitt markmið með þessum þáttum er að hjálpa þér, eins og ég sagði, í gegnum daginn. Líka að þú getur náð í mig hvenær sem þú vilt og tala við mig hvað er ángraðin og að ég ná til þín á meðan þú ert að hlusta á þættina mína. Þá líður mér vel eða þér líður vel. En við skulum ekki tafa þetta lengra og við skulum skella okkur í þátt dagsins. Komið sæl og velkomin í þátt dagsins. Í þættinum í dag ætlum við að tala flokkar í íþróttum hjá fötluðum og hvað það þýðir að vera með þessa fötlunargrein að maður sé í þeirri fötlunargrein. Og allar upplýsingar sem ég mun lesa í þættinum í dag eru bæði frá vinum og vinkonum og af Paralympic síðanum. Og allar íþróttagreinar sem ég mun lesa upp í dag eru af Paralympics heimasíðunni og líka frá vinum og vinkonum. Þannig að ég sé ekkert annað en við skulum skella okkur í þátt dagsins. Hérna eru þær íþróttir sem segir okkur í hvaða fötlunarflokkar hver einstaklingur er í. Þetta eru sumaríþróttir. Þegar ég segi sumaríþróttir þá er ég að tala íþróttagreinar sem eru ekki undir vetraríþróttir. Þannig að ef sund er að tala þá er hérna flokkar sem segja okkur hvernig fötlun er að tala. Íþróttaflokkar S1 til S10, SB1 til SB9 og SM1 til SM10. Líkamleg skerðing. Þetta eru 10 mismunandi íþróttaflokkar fyrir íþróttamenn sem með líkamlega skerðingu. Númerraðir 1 til 10. Íþróttamenn með mismunandi skerðingar keppa sín á milli. Vegna þess að fötlunarflokkurinn er úthlutaður eftir því hvaða áhrif skerðingin hefur á sundið, frekar en á skerðingunni sjálfri. Til að meta áhrif skerðingarinnar á sundinu meta flokkarar alla starfshæfa líkams með því að nota punktakerfið og biðja íþróttamanninn að ljúka vatnsmatið. Vatnsmatið er það að sundiðkandinn gerir próf í vatninu sem gerir það kleift að þeir sem eru að flokka einstaklingin geta séð hvaða parta, hvort hann noti handleggina eða noti fæturnar. Þannig að þeir sjá hvort þú noti fæturnar í sundi, ef ekki þá settur í eitthvað flokk. Og ef þú getur nota bæði eða bara eina hlið á ef við segjum svona eins og bara zigzag, eins og vinstri hönd og hægri fótur eru óstarfshæf, þá fer einhvern annan flokkun. En hvað með það? Heildarstigafjöldi ræður síðan S eða SB íþróttaflokkum íþróttamannsins. Vegna mismunandi krafna S og SB viðburða fá sundmenn oft úthluta mismunandi S eða SB íþróttaflokkum. SM íþróttaflokkur er reiknaður út frá S
og SB íþróttaflokki. Íþróttaflokkar S1, SB1 og SM1, líkamleg skerðing. S1 er fyrir sundmenn með mjög skerta samhæfingu á búki, handleggjum og fótleggjum. SB1 er fyrir bringusundsfólk með mjög skerta samhæfingu á líkama, handleggjum og fótleggjum. SM1 er fyrir fjórsundsundmenn með mjög skerta samhæfingu á líkama, handleggjum og fótleggjum. Það sem S1 segir okkur er það að það er það er þeir sem eru geta hreyft hausinn og geta nota hendur og fætur stundum. Og S1 fyrir þá er bara eins og venjuleg greining, en SB1 er fyrir þá iðkendur í því eru synda bringusund. Þannig ef við erum að tala keppni þá er ef þú ert að keppa í bringusundi og þú ert S1, þá ert þú skráður í bringusundi, þá syndir þú undir SB1 í bringusundi. Ef þú ert að synda fjórsund þá ertu undir SM1. Næsti flokkur, íþróttaflokkar S2, SB2 og SM2, og það er líkamleg skerðing. S2 er fyrir sundmenn með mjög skerta samhengu í líkama, fótleggjum og höndum og eru með lágum styrkleika í handleggjum. Það þýðir að hann ekki með mikið kraft í höndum. Þannig Þessir sundmenn synda í gegnum vatni með því að nota kraft sem myndast aðalega af með notkun framhandleggsins og öxlum. SB2 er fyrir bringusundsfólk með mjög skerta samhæfingu í líkama, fótleggjum og höndum og litla skerðingu á handleggjum, eða fyrir þá sem eru með svipaða skerðingu en með miðlungsskerðingu á handleggi. Þessi sundmenn synda í gegnum vatni með því að nota kraft sem myndast aðalega af með notkun framhandleggs og öxlum. SM2 er fyrir fjórsundmenn með mjög skerta samhæfingu í búki, handleggjum og fótleggjum og höndum og eru með lágum styrkleika í handleggjum. Þessi sundmenn synda í gegnum vatni með því að nota kraft sem myndast aðalega af með notkun framhandleggsins og öxlum. S2 er þá þannig að þú getur nota hendurnar og fæturnar, en þú ert ekki með mikinn styrkleika í því sem gerir það kleift að þú fær þessa flokkun. Sem er aðalega að segja margt bara ýmislegt þannan fötlunarflokk, eins og við getum ekki borið saman S1 og S2 því að S1 er ekki svipað og S2. En hvað með það? Íþróttaflokkur S3 og SB3 og SM3, líkamleg skerðing. Þeir þurfa að vera með aðstoðarmann með sér til aðstoðar til að komast ofan í og upp úr lauginni. Byrja oft ofan í og þarf aðstoð við start. Það er aðstoðarmaður heldur í hendur hans eða hennar í startinu. Hún má líka byrja liggjandi á bakinu og þá heldur aðstoðarmaðurinn fótunum hennar eða honum við bakkann. Það þýðir að aðstoðarmaðurinn þarf að halda í iðkandan því að hann getur ekki sjálfur haldið í, sem gerir það kleift að einstaklingum þarf aðstoð. Þessi sundmenn viðhalda
S3 er fyrir sundmenn með lítil áhrif á samhæfingu í efri hluta búks og handleggjum. Þar sem afgangurinn af búk og handleggjum hafa mikil áhrif á sundið. Og þá sem eru með litla heildarskerðingu auk þess sem útlimir eru ekki til staðar. Þessi sundmenn viðhalda góðri líkamsstöðu eingöngu með því að nota handleggi og efri hluta líkamans. SP3 er fyrir bringusundsmenn með lítil áhrif á samhæfingu í efri hluta búks og handleggjum. Það sem restin af búks og fótleggjum er mjög fyrir áhrifum og þá sem eru ekki með útlimi. Þessi sundmenn halda góðri líkamsstöðu með því að nota eingöngu handleggina og efri hluta líkamans. Flestir munu anda til skiptis til að halda höfðinu lágt og færa mjaðmirnar nær yfirborðinu. Það þýðir að einstaklingur andar í hverju taki, sýnist mér. Til að halda sér gangandi í gegnum vatni. Sundmenn verða að sýna ásetningu að hreyfa sig samhverft. Jafnvel þótt handleggir og fætur eru ekki jafn langir. SM3 er fyrir fjórsundsmenn með lítil áhrif að samhæfingu í efri hluta búks og handleggja. Það sem restan af búknum og fótleggjum hafa mikil áhrif og fyrir þá sem eru án útlima. Þessi sundmenn halda góðri líkamsstöðu með því að nota eingöngu handleggina og efri hlut líkamans, sem þýðir að þeir geta gert aðeins meira en S2. Íþróttaflokkur S4, SP4 og SM4. Líkamleg skerðing. S4 er fyrir sundmenn með miklar hreyfingar í búki og fótleggjum, sem einnig hafa áhrif á höndum eða þar sem útlimir eru ekki til staðar. Þessi sundmenn mynda meiri hluta krafta sína frá öxlum. SP4 eru bringusundsfólk með í meðallagi skerta samhengu á öllum líkamanum eða í miklu magni í búki og fótleggjum. Þessi sundmenn eiga erfitt með að halda góðri líkamsstöðu eða synda beint og halda jafnvægi við að synda í gegnum vatni. SM4 er fyrir fjórsundsmenn með mjög skerta hreyfingu í búki og fótleggjum, sem einnig hafa áhrif á höndum eða þar sem útlimir eru ekki til staðar. Þessi sundmenn mynda meiri hluta krafta sína frá öxlum. Þeir nota til skiptis öndunarmynstur til að halda líkamsstöðu sinni hátt í vatninu og snúa sér aðalega með handleggjunum sínum með litlum eða með enga spyrnum frá veggnum sem kemur frá fótleggjónum. Það þýðir að S4 er aðeins meiri skertari en S3, eru samt með kannski aðeins meiri hreyfigetu. Íþróttaflokkur S5, SP5 og SM5, líkamleg skerðing. S5 er fyrir sundmenn með miðlungsskerta samhæfingu, hreyfingar í miðjum líkamanum og fótleggjum eða þar sem útlimir eru ekki til staðar. Þessi sundmenn er erfitt með að halda góðri líkamsstöðu og synda beint í gegnum vatni. SP5 er fyrir bringusundsmenn, eru með mikla hreyfigetu í neðri hluta búks og fótleggjum. Þá sem eru dvergvaxnir eða þar sem útlimir eru ekki til staðar.
Þessi sundmenn eiga erfitt með að halda jöfnum sundhraða vegna þess hvernig kraftur er hannaður til að skiptast kraft í handleggjum og kraft í fótleggjum í bringusundi hjá þeim. SM5 er fyrir fjórsundsundmenn með miðlungsskerta samhæfingu, hreyfingar í miðjum líkamanum og í fótleggjum eða þar sem útlimir eru ekki til staðar. Þessi sundmenn eiga erfitt með að halda góður líkamsstöðu eða synda beint og í gegnum vatnið. Það sem ég meina er þeir sem eru dvergvaxnir, sem er þannig bara. Heilalömun CP, S5, SP4 og SP5, SM5. Líkamleg skerðing, það eru 10 mismunandi íþróttaflokkar fyrir íþróttamenn með skerta hreyfigetu, númer 1-10. Íþróttamenn með mismunandi skerðingar keppa sín á milli vegna þess að tíminn sem þau synda á er úthlutað eftir því hvaða áhrif skerðingin hefur á sundi, frekar en á skerðinguna sjálfa. Til að meta áhrif skerðingar á sundi meta flokkarar alla starfshæfa líkamsbyggingu með því að nota punktakerfi og biðja íþróttamannin að ljúka vatnsmatið, verkefni í vatninu, til dæmis synda eða nota bara hendur eða bara fætur. Heildarstigafjöldin ræður síðan S eða SP íþróttaflokkum íþróttamannsins. Vegna mismunandi kröfur S og SP viðburða fá sundmenn oft úthlutað mismunandi S eða SP íþróttaflokkun. SM íþróttaflokkur er reiknaður út frá S og SP íþróttaflokki. Það er bara svipað og það er bara þannig. Flokkur S, S6, SP5, SM6, heilalömun, CP og dvergvöxtur. Má byrja ofan í, ef hún eða hann stingur sér, þá má styðja eða halda í hann eða hana í startinu. Hún eða hann á að vera með aðstofmann með sér til aðstofar, til að komast ofan í og upp úr lauginni. Í bringusundi syndir hann eða hún á höndum og fætum geta myndað smá bylgju, flugfætur. Það sem er bara að tala er að þessi flokkur hjá þeim er það að það er bara svip og vantar bara allstaðar. Íþróttaflokkur S5, SP4, SM5, S6, SP6 og SM6. Líkamleg skerðing. Íþróttaflokkur S6, SP6 og SM6. Dvergvöxtur. S6 er fyrir sundmenn með miðlungsskerta samhæfingu á annarri hliðinni. Þetta er líka undir heilalömunni eða CP. Eru með mjög skerta getu í nærri hlut líkamans og fótleggjum. Þeir sem eru dvergvaxnir eða þar sem eru ekki með útlimi. Þessi sundmenn eiga erfitt með að halda góð líkamsstöðu eða synda beint í gegnum vatnið. SP6 er fyrir bringusundsfólk með miðlungsskerta samhæfingu á annar hliðinni, sem hefur mikla áhrif á neðri hlut líkamans og fótleggjum. Þeir sem eru dvergvaxnir eða ekki með útlimi. Þessi sundmenn hafa minni krafta og höggjafnvægi í höndum. Höggjafnvægi er það sundhöggin svo tekur í sundlauginni. Þeir sem eru dvergvaxnir hafa betra jafnvægi en verða fyrir miklum áhrifum í meira mæli af getu þeirra til að miðla kraftinum út í vatnið vegna lengdar útlima og meiri við náms. Allir eiga erfitt með að viðhalda góðri líkamsstöðu. SM6 eru fyrir fjórsundsmenn með miðlungsskerta samhæfingu á annar hliðinni.
eru með mjög mikla skerðingu í nærri hluta líkamans og fótleggjum. Þeir sem eru dvergvaxnir eða ekki með útlimi til staðar. Þessi sem sundmenn eiga erfitt með að halda góðri líkamsstöðu eða synda beint og í gegnum vatnið. Þetta þeir sem eru dvergvaxnir eða eru með SB. Íþróttaflokkur S7, SB7 og SM7. Líkamleg skerðing. S7 er fyrir sundmenn með hreyfigetu frá lágu styrk í meðalagsstyrk í handleggjum, búki og fótleggjum, með skerðingu á annar hlið líkamans. Þá sem eru dvergvaxnir eða þar sem útlimir eru ekki til staðar. Allir þessi sundmenn þurfa að leggja meira á sig við höggtímasetningu eða sundtök í sundinu eða að ná góðu sundtökum í sundinu. SB7 er fyrir bringusundsfólk með hreyfigetu frá lágum styrkleika í meðalagi styrkleika í handleggjum, búki og fótleggjum, með skerðingu á annar hlið líkamans. Þeir sem eru dvergvaxnir eða þar sem útlimir eru ekki til staðar. Allir þessi sundmenn þurfa að leggja meira á sig við höggtímasetningu eða sundtökum eða að ná góðu sundtökum í vatninu. SM7 er fyrir sundmenn með hreyfingu sem hafa áhrif frá lágu til meðalags styrkleika í handleggjum, líkamannum og í fótleggjum, miðlungsskerðingu niður aðra hliðina á búknum. Þeir sem eru dvergvaxnir eða þar sem útlimir eru ekki til staðar. Allir þessi sundmenn hafa lagt harðar á sér við að tímasetja högg eða ná í vatninu. Það þýðir að þeir sem þeir þurfa að tímasetja tökin sín og hvenær þau anda. Íþróttaflokkur S8, SB8 og SM8. Líkamleg skerðing. S8 er fyrir sundmenn með lágan samhæfingu og hreyfingu í meðalagi í fótleggjum. Nota einn handlegg eða þar sem útlimir eru ekki til staðar. Sundmenn í þessum flokki eru með nánast fulla getu en skortir mestu vöðvakraft. Það þýðir að þeir nota bara annan handlegg eða fótlegg svo að þeir ná í gegnum svo þeir ná í gegnum vatnið. Já. SB8 er fyrir bringusundsfólk sem hefur skerta samhæfingu á lágu styrkleika, nota bara einn fót eða nota bara einn handlegg eða að hluta af einum útlimi sem er ekki til staðar. SM8 er fyrir fjórsundsmenn með lága samhæfingu, hreyfingu í meðalagi í fótleggjum, nota bara einn fót eða bara einn handlegg eða að hluta af einum útlimi sem er ekki til staðar. Þetta er, SB8, SM8 myndi ég, þetta er flokkur sem er kannski öðruvísi en SM7, en kom það. Þetta er líka flokkur þar sem þau eiga erfitt með að geta náð fullum krafti í sundi. En kom það. Íþróttaflokkur S9, SB9 og SM9, líkamleg skerðing. S9 er fyrir sundmenn með skerta samhæfingu í handleggjum og fótleggjum, mikinn veikleika í öðrum fæti eða eru ekki með útlim. Þessir sundmenn eiga erfitt með að beita kröftum sínum jafnt yfir sundlaugina, sérstaklega á miklum hraða.
Þetta er það að þeir þurfa að setja meiri kraft í að komast í gegnum að synda í sundlauginni á miklu hraða. SP9 er fyrir bringusens fólk með skerta samhæfingu á lágum styrkleika í fótleggjum, hreyfingar í meðalagi skerta í mjaðma, liði eða á fótum. Mjög mikil skerðing í öðrum fæti eða ekki með útlim. Þessi sundmenn geta allir haldið bestu líkamsstöðu sinni í gegnum sundin. Þeir verða að leiðrétta smávægilegan óstöðuleika í sundtökum en byrjun þeirra og beygjur eru nánast óbreyttar, sem þýðir að það breytist ekki neitt með hvernig þau byrja að synda og hvernig þau beiti líkamsstöðu sinni. SN9 er fyrir fjórðungsmenn með skerta samhæfingu í handleggjum, fótleggjum og mikil skerðing í öðrum fæti eða skortur á útlimi, sem þýðir bara svipu og bara hinar greinarnar S9, SP9 bara svipanum bara aðeins öðruvísi. Íþróttaflokkur S10, SM10 líkamleg skerðing. S10 er fyrir sundmenn með hreyfiskerðingu á lágan styrkleika í fótleggjum, í mjaðmarlið eða á fótum, að miklu leyti í öðrum fæti eða skortur á útlimum. Þessi sundmenn verða að leiðrétta minni háttar óstöðuleika í sundtökunum. SM10 er fyrir fjórðungsmenn með hreyfigetu á lágan styrkleika í fótleggjum, í mjaðmarlið eða á fótum, að miklu leyti í öðrum fæti eða skortur á útlimi. Þessir sundmenn verða að leiðrétta minni háttar óstöðuleika í sundtökunum. Þannig að þetta voru bara svipað á S9 nema aðeins kannski öðruvísi. Íþróttaflokkur S11, SP11 og SM11. Sjónskertir. S11, SP11, SM11 er fyrir sundmenn með nær algjörlega sjónskerðingu. Allir synda með svört sundglöru sem er gert fyrir blinda og sjónskerta sundmenn. Þetta er það til að þeir eru náttúrulega blindir eða sjónskertir og þeir náttúrulega sjá ekki neitt. Þess vegna eru þeir með aðeins öðruvísi sundglöru en veist bara eins og allir hinir. Höfuðtappar og talning á sundtökin hjá þeim á meðan þeir eru að synda eru notuð til að framkvæma snúningana við bakkann í sundinu nákvæmlega á réttum tíma. Það eru vanlega alltaf 2 tapparar sem slá með sérstaklega priki sem er gert fyrir blinda og sjónskerta svo þau klessa ekki eða keyri beint inn í bakkann án þess að vita með getur hraðan þeirra í sundinu. Flokkur S11, SP11, SM11 blindir. Sjónskerðing íþróttamenn með sjónskerðingu keppa í 3 íþróttaflokkum frá S og SP11 til S og SP13. S og SP11 þessir íþróttamenn hafa mjög litla sjónskerpu og eða enga ljósskynjun. Það eru engar undanþágur varðandi sundreglur, sömu reglur og World Aquatics. En þeir þurfa að vera með 2 tapparar til að slá í sig við hvern snúning og lok sunds. Athuga að nú má slá 2 sinnum. Það er ef viðkomandi hittir ekki fyrir skiptið. Það þýðir ef þú nær ekki að slá hann rétt á réttum stað, að þú það slá hann á réttum stað, þá máttu gera aftur. Þú máttu slá aftur. Einnig er undanþága ef sundmaður spyrnir sér yfir á ranga braut, sem þýðir, hann er blindur eða sjónskertur,
hann getur ekki gert grein fyrir hvort hann hafi spint sig á sinni braut eða á braut annan keppanda í sundinu. Íþróttaflokkur S12, SP12, SM12, sjónskertir. S12 er fyrir sundmenn með sjónskerðingu. Þeir hafa takmarkað sjónarsvið og sumir sjá ekki svörtu línuna á botni laugarinnar. Þeir geta séð endan á bakkanum úr 1 metra fjarlægð. SP12 er fyrir sundmenn með sjónskerðingu. SP12 er fyrir þá sem eru í bringusundi. Þeir hafa takmarkað sjónarsvið og sumir sjá ekki svörtulínuna á botni laugarinnar. Þeir geta séð endan á bakkanum úr 1 metra fjarlægð. SM12 er fyrir sundmenn með sjónskerðingu. Þeir hafa takmarkað sjónarsvið og sumir sjá ekki svörtulínuna á botni laugarinnar. Þeir geta séð endan á bakkanum úr 1 metra fjarlægð. Bara svipað og bara S12 og SP12, þá er þetta bara voða svipað. Sjónskerðing íþróttamenn með sjónskerðingu keppa náttúrulega í 3 íþróttaflokkum frá S og SP11 til SP13. SP12 íþróttamenn hafa meiri sjónskerpu en íþróttamenn sem keppa í SP11 íþróttaflokki eða sjónarsvið undir 5 gráðu radíus. Þetta er náttúrulega bara fer eftir hvernig flokkun er gert á þessu iðkundum. Íþróttaflokkar S13, SP13 og SM13, sjónskertir. S13, SP13 og SM13 er fyrir sundmenn með sjónskerðingu. Jaðar sjón þeirra er takmörkuð og þeir geta séð endan á lauginni í mestu lagi 5 metra í burtu. Yfirflokkar S13, SP13, SM13 sjónskertir. SP13 og S13 íþróttamenn eru minnstu sjónskerðingu sem er gjaldgengur í íþróttum fatlara. Þeir sem hafa mestu sjónskerpu eða sjónarsvið sem er minna en 20 gráður radíus, þannig að þetta er miklu minna heldur en hjá S og SP12. Þeir eru með 5 gráður radíus en S13 og SP13 eru með 20 gráður radíus eða minna en það, sem segir okkur að þetta er mismunandi flokkun á þeim. Til að tryggja samgjarna keppni þurfa íþróttamenn í SP11 sundflokki að vera með svört sundglöru eins og ég talaði áðan. Til að tryggja öryggi verða allir SP11 sundmenn að nota tappa. Sundmenn í SP12 og SP13 íþróttaflokkum geta valið hvort þeir vilja nota slíkan eða ekki. Það er engar undanþágur varðandi sundreglur, sömu reglur og World Aquatics. Íþróttaflokkar SP14, SM14. Þroskahamlaðir. S14 er fyrir sundmenn sem eru með vitsmunsskerðingu eða þroskahamlaðir. Þessi sundmenn eiga erfitt með að skilja og beita æfingatækni og keppnisaðferðum, sérlega á annasömum keppnissundsvæðinu. Íþróttaflokkar SP14 þroskahamlaðir. S14 sundmenn eru með greindarskerðingu, sem leiðir venjulega til þess að íþróttamenn eiga í erfiðleikum með mynstursgreiningu, raðgreiningu og minni, eða hafa hægari viðbragðstíma sem hefur áhrif á frammistöðu íþrótta almennt. Þar að aukinni sína S14 sundmenn hærri fjölda sundtaka miðað við hraða þeirra í keppni eða æfingum en ófatlaðir úrvals sundmenn. SP14 er með greindarskerðingu eins og ég var að segja. Það er alveg satt, ég tek eftir því. Sundflokkar
SB15. Einhverfa, Asperger heilkenni. Sundmenn með sjúkdóma eins og einhverfu eða Asperger heilkenni. Þessi raskanir einkennast af erfiðleikum í félagslegum samskiptum og samskiptum og takmarkaðir og endurtekin efnisskrá áhugamála og athafna. Það er munur á einhverfu og þroskahamlaður. Einhverfur eru aðeins meira skertari en við, sem ég vil náttúrulega alveg tekið eftir því. Og það getur stundum verið erfitt að sjá einhverfa einstaklinga, en alltaf í endanum þá er þetta ekki það erfitt. Þetta er ekki það erfitt að fólk, þjálfarar eru búin að mennta sig þannig hvernig á að bregðast við. Íþróttaflokkar fyrir heyrnarlausa, það sem ég fann það var í gegnum sundsambandir í Ástralíu, og þeir segja íþróttaflokkur þar er S15 eru heyrnarlausir þar í Ástralíu, en við erum ekki með hérna á Íslandi heyrnarlausan sundmann, ekki svo við vitum og ég fann enga greiningu það, en ég ætla bara að segja eitthvað frá þá þessari. Sundmenn eru með heyrnarskerðingu. Þetta getur leitt til erfiðleika við að heyra í ræsaranum á mótum, hafa hægari viðbragðstíma eða með skerta jafnvægi, sem hefur áhrif á frammistöðu í íþróttunum almennt. Ég hef ekki séð heyrnarlausa sundmann áður, en ég get ímyndað mér í huganum að ég myndi alveg skilja í þeirri fótspor þeirra sem eru heyrnarlausir. Þetta er ógeðslega erfitt. Íþróttaflokkar SB16, Downs heilkenni. Greindarskertir sundmenn sem eru með verulega auka skerðingu og ævilangt ástand sem hefur áhrif á starfsgetu einstaklingsins og hefur verulega áhrif á íþróttaframmistöðu þeirra. Þetta felur í sér þá sem eru með vitsmunnsleg fötlun, tengd lífslöngun eða erfðafræðilegt ástand, sem er Downs heilkenni. Eða á ensku Downs syndrome. Engin undanþágu varðandi sundreglur nema í starti. Það er að oft mega S16 ekki stinga sér til sunds. Ég hef reynd að sé Downs syndromes sundkrakka. Það getur verið erfið, en þau eru svo skemmtileg. Það er bara gaman að vera í kringum bara þannig sundfólk. Ég hef ekkert á móti hinum, bara þegar hann er skemmtilegri. Íþróttaflokkar SB20, sundmenn í þátttökuflokki. Þetta er fyrir þeir sem eru óflokkar eða eftir að vera í flokkun eða hafa ekki fengið flokkun, og þeir eru þá undir því. Sundmenn sem áður hafa verið flokkaðir í S1, S16 flokkunarbilinu, sem hafa eina eða fleiri af ofangreindu skerðingum og eru ekki gjaldgengir eins og eða eiga möguleika á að vera gjaldgengnir í framtíðinni. Gjaldgengir í framtíðinni meinti ég ætla að segja. Þetta er það, og þetta var sundið. Og núna ætlum við í næstu íþróttagrein. Ef frjálsar íþróttir er verið að tala þá er hérna flokkar sem segja hvernig fötlun er að tala. Braut og stökk. T stendur fyrir hlaupagreinar og stökkgreinar í para íþróttum. Hlaup og stökk 20 flokkar. Íþróttaflokkur tengda skerðingar. T11 til T13. Sjónskerðing.
Íþróttamenn í þessum flokkum eru með mismunandi sjónskerðingu. T20 greindarskerðing. Íþróttamenn sem eru með greindarskerðingu eða þroskahamlaðir. T og F 31 til 38 samhæfingarskerðing, ofstæling, hreyfihömlun, óregluleg hreyfing eða spasmi. Íþróttamenn með heilahömlun eða með CP. T 32 til 34. Þessir íþróttamenn keppa í hjólastóla kappakstri. Þetta er þeir sem keppa í hjólastólum. T 35 til 38 samhæfingarskerðing, ofstæling, hreyfihömlun, óregluleg hreyfing eða spasmi. Þessir íþróttamenn keppa í hlaupagreinum. Þetta er bara svipað og CP. T 40 til 41 íþróttamenn með les ostræs, þar á meðal lágvaxnir eða dvergvöxtur. Þetta er þeir sem eru með dvergvöxtur, bara eins og í sundinu. T 42 til 44 íþróttamenn með skerðingu á öðrum eða báðum fótleggjum þurfa oft gervilim. Þetta eru þeir sem hafa mist fótleggi eða fæddust ekki með fótleggi. Gildar einnig þá íþróttamenn með skerta vöðvakraft, skerta hreyfigetu eða lengdarmun á fótleggjum. Svipað bara, T 45 til 47 íþróttamenn með skerðingu í öðrum eða báðum handleggjum. Þetta er bara svipað og ég ætla ekki að blása í mikrofón. Þetta er bara svipað og þeir sem eru bara með eins og gerfulim. T 51 til 54 íþróttamenn í hjólastólum, skortur á útlimum, munur á lengd fótleggja, skert vöðvaafl eða skert óvirkt hreyfifærni. Þetta er þeir sem keppa í hjólagreinum eða hjólastólagreinum. T 51 til 52 hafa skerðingu á efri eða neðri útlim, skortur á útlimum, munur á lengd fótleggja, skert vöðvaafl eða skert óvirkt hreyfifærni. T 53 hafa fullkomlega hreyfivirkni í handleggjum en engan búkstarfsemi, skortur á útlimum, munur á lengd fótleggja, skert vöðvaafl eða skert óvirkt hreyfifærni. Þetta er hjólastólagreinarnar. T 54 hafa hluta af búks og lík fótleggjum, skortur á útlimum, mun á lengd fótleggja, skert vöðvaafl eða skert óvirkt hreyfifærni. Þetta er það bara þeir í hjólastólum en þeir hafa fullkoman virkni í handleggjum, hreyfigetu og allt. Þetta voru hlaup og stökkgreinar. Núna ætlum við í kastgreinar. F stendur fyrir kastgreinar í paraíþróttum. T og F 31 og 34 samhæfingarskerðing, ofstæling, hreyfihömlun, óregluleg hreyfing eða spasmi. Þetta eru íþróttamenn með heilahömlun. Þetta er bara svip og í hlaupagreinunum, þannig að þetta er í kastgreinu núna. F 31 og 34 þessi íþróttamenn keppa í sitjandi stöðu í kaststólum. Þetta er grein sem þeir sitja í sérstökum stólum sem þeir eru festir svo niður í, sem gerir það kleift að halda þeim á einu stað þegar þeir eru kasta og ég hef séð fólk iðkendur í þessum flokki keppa í þessu. Þetta er það að þeir sita á bara eins og stórum kolli
eða stól og eru festnir með bönd og svo járnstöng fast á þessu sem þau geta haldið sig í svo þau dett ekki af stólnum eða pallinum. Já. F35 og 38. Þessir íþróttamenn keppa í standandi greinum. Þetta eru þeir sem geta standið og kastað. F51 og til 58. Hjólastóla íþróttamenn. Þetta eru þeir sem sita í hjólastólum og geta kastað sitjandi í þeim. Bara svipað og F31 og 34 nema aðeins öðruvísi. Þarna situr þú bara í þínu eigin hjólastól. F51 til 53 hafa takmarkaða virkni í öxlum, handleggjum og höndum en enga búk, líkams eða fótastarfsemi, eins og ég sagði hjólastóla íþróttamenn. F54 hafa eðlilega virkni í handleggjum og höndum. Það þýðir að þeir geta nota hendurnar ekki skertir á höndum. F55 og 58 eru með aukna hreyfivirkni í búk og fótleggjum sem þýðir að þeir geta hreyft hendurnar geta hreyft búkin og handleggjum sem þýðir að þeir hafa starfsemi. Keppnislaup stendur fyrir hlaupagreina í para íþróttum. RR1, RR2, RR3. Íþróttamenn með alvarlega samhæfingaskerðingu, ofstæling, hreyfihömlun, óregluleg hreyfing og spasmi. Þetta er svona sérstök hlaupagrein fyrir þá sem eru með heilalömun eða sepja. Þannig að þetta var tala frjálsíþróttir. Þannig að við ætlum bara að fara í næsta bara flokk. Ef bogfimi verið að tala þá hérna flokkar sem segja hvernig fötlun að tala. Parabogfimi skipt í 2 flokka, opið og töltvaf 1. Í opnum flokki bæði standandi íþróttamenn og þeir sem eru í hjólastól. Bogmenn staðsetja sig í 90 gráðu horni við skotmarkið og geta nota líkamsstuðninginn. Það þýðir að þeir geta staðið eða verið í hjólastól. Aftur á móti 12-1 íþróttamenn með nota annarkvort boga sem takmarka við 45 lips í þyngd og án þess að nota stækkungler við merkisstað. Það þýðir að þau þurfa ekki að nota stækkunargler sem eru á bogunum til þess að stilla því í átt að skotmarkinu eins og hjá þeim sem eru í opnum flokki. Þetta þýðir að þeir sem eru í opnum flokki bæði sitjandi og standandi eins og ég sagði, en þeir sem eru 12-1 þurfa ekki að nota stækkungler nema þau vilja. Já, þannig að við skulum bara fara í næsta flokk og það ef badminton verið að tala þá hérna flokkar sem segja hvernig fötlun að tala. Íþróttaflokkar, tegundir skerðingar, 2-vaf H1, hjólastóll, alvarleg skerðing, 12-vaf H2, hjólastóll, minniháttar skerðing, SL3, standandi skerðing á neðri útlimum, alvarleg, SL4, standandi skerðing á neðri útlimum, minniháttar, SU5, skerðing í standandi skerðing á efri útlimum, SH6, standandi stuttvexti. Þessi flokkur gerður fyrir þá sem eru lágvaxnir, dvergargrein eða þeir sem eru dvergvaxnir.
Þannig já, þetta er badminton. Það þýðir þá að 12H1 eru þeir sem eru í hjólastól og eru með alvarlega skerðingu. 12H2 er líka þeir sem eru í hjólastól en eru ekki með eins mikið skerðingu og þeir sem eru 12H1. SL3 eru þeir sem eru standandi en eru með skerðingu á neðri útlimum og skerðingin þeirra er þá alvarleg. SL4 eru standandi og eru með skerðingu á neðri útlimum en eru ekki þeir eru með minni háttar skerðingu heldur en þeir sem eru í SL3. SU5 er náttúrulega skerðingur, eru þeir sem standandi og er með skerðingu í efri útlim sem er aðeins öðruvísi en SL og 12H flokkarnir því að SU5 eru þeir sem eru standandi og eru með skerðingu í efri útlimi eins og ég segi. Svo er það SH6 sem eru standandi en eru dvergvaxnir. Já. Ef við þá ekki bara fara í næsta flokk. Ef blindra fótbolta er verið að tala þá er hérna flokkar sem segja hvernig fötlun er að tala. Íþróttamenn sem keppa í blindra fótbolta hafa mjög litla sjónskerpu eða ekki ljós skyn. Alblindir eða næstum alveg blindir eða alveg blindur. Þetta eru íþróttamenn sem eru með litla sjónskerðingu, eru annarkort alblindir eða næstum alveg blindir. Til að tryggja sanngjarn samkeppni verða allir leikmenn nema markavörðurinn að vera með augnklíf eða auglepp fyrir augunum. Þessi flokkun á við sjónskerta leikmenn. Augnklíf og augleppar þetta er svipað og setur á því að fyrir að sofa að þú eða það er mikið sólbirta inn í herbergið þín. Auk þess í hverju liði sjáandi er einn sjáandi, vinnufær markavörður sem þarf ekki að gangast undir flokkun. Það þýðir að það er einn í liðinu sem sér og hann er markavörðurinn sem þarf ekki að gangast undir flokkun, sem þýðir að hann er ekki eins og hinir. Við ætlum í næsta flokk og það er ef boccia er verið að tala þá er hérna flokkar sem segja hvernig fötlun er að tala. Íþróttaflokkar, tegundir skerðingar. BC1 íþróttamenn hafa alvarlega takmarkanir á virkni sem hafa áhrif á fætur, handleggi og líkama og þurfa venjulega að nota rafknúinn hjólastól. Það sem ég er að tala er það að BC1 eru þeir sem eru í hjólastól og eru með skerðing alvarlega takmark virkni sem hefur áhrif á fæturnar og handleggi og líkamann og þurfa náttúrulega venjulega að nota rafknúinn hjólastól til að koma sér á milli staða. BC2 íþróttamenn hafa betri stjórn á líkama og handleggjum en þeir sem eru í flokki BC1. Hæfni handleggja þeirra og handa gera þeim oft kleift að kasta boltanum yfir hönd eða undir hönd og geta kasta þeim venjulega. Það sem ég meina með að kasta bolta yfir hönd eða undir hönd, að þeir geta kasta bara eins og venjulegt fólk kastar boccia boltum. Íþróttamenn í BC3 flokki hafa verulega takmarkanir af starfsemi í handleggjum og fótleggjum, lélega eða enga stjórn á líkamsbeitingu líkamanns.
þá eru þeir aðeins, þá hafa þeir venjulega takmarkanir, en þeir hafa lélega eða enga stjórn á að halda sér hvernig á ég orða, halda sér í bara eins og við sitjum bara venjulega, þá er þau örf með að geta sitið bara venjulega eins og við. Þeir geta ekki haft stöðugt grip á boltanum eða sleppa boltanum og geta ekki kasta boltanum stöðugt inn á leikvöllin, og þau þurfa að vera þau hafa verið leyfð að nota skábraut sem hjálpa með hjálp íþróttaaðstoðarmanns þeirra sem er með þeim á vellinum. Það þýðir að þeir geta nota svona skábraut sem er sérlega hanna fyrir þá. Þeir eru vanlega meðvist eins og part af frífót, fastan hjálm á haustum þeirra og afsakið þetta, og og eru með aðstoðar mann með sér sem hjálpa þeim að stilla að skábrautina fyrir þeim. Ég hef reynd að prófa þetta er geggja gaman, en þetta er það þeir sem get ekki notað hendurnar, já, þannig að þetta auðveldar þeirra að spila boccia. BC4 flokkur eru leikmenn sem eru með skerta heilastarfsemi sem einnig hefur áhrif á samhæfingu þeirra í líkamsbeitingu. Ég held að það sé bara svipuð þeir sem eru í BC3 flokknum. Já. Ef við þá ekki bara fara í næsta íþróttaflokkun. Ef kanósillingu er verið að tala þá er hérna flokkar sem segja hvernig fötlun er að tala. Það eru 2 greinar, hver með sérstaka flokkun sem byggir á sömu reglum. Sem þýðir að það eru 2 greinar og hver er með sérstaka flokkun á sér, og þá eru mismunandi reglu við hvert flokk. Íþróttaflokkar, tegund skerðingar. KL1 og VAFL1 eru fyrir íþróttamenn sem keyra fyrst og fremst áfram með handleggjónum sínum með mjög takmarkaða eða enga starfsemi í líkamanum og enga fótastarfsemi. Þetta er ég get orða betur, þetta eru íþróttamenn sem þeir nota 2-faldan blað róðraspaða til þess að koma sér áfram í vatninu. Þannig að þeir eru með notahendurnar en eru ekki með geta ekki setið beinir, og þannig að þeir þurfa að vera með svona festingu sem heldur í bara beinni líkamsbeitingu eða stellingu, og líka til að festu niður í stólana, í sætin meina ég, að þeir þurfa ekki heldur með en fótastarfsemi. KL2 og L2 er fyrir íþróttamenn sem bara svipa keyra sig áfram með handleggjunum og hluta líkamans og fótastarfsemi. Þannig að þeir eru aðeins öðruvísi en KL1 og VAFL1 sem er aðeins öðruvísi, að þeir eru þá með betri líkamsbeitingu og eru með smá held ég fótastarfsemi. Þeir eru með hluta af líkamsbeitingu og fótastarfsemi. KL3 VAFL3 er fyrir íþróttamenn með fulla virkni í handleggjum og líkama og hluta virkni í fótleggjum. Það er aðeins öðruvísi en KL1 VAFL1 og KL2 VAFL2. Þeir eru þá með fulla virkni í handleggjunum og líkama og hluta virkni í fótleggjum, sem þýðir að þeir ekki með, það kannski ekki jafn mikið virkni eins og í handleggjum og í líkamsbeitingu eins og í fótum. Eins og ég sagði, þau nota 2-faldan
blaða róðra spaða til þess að koma sér áfram í vatninu. Þetta er bara svo venjuleg sigling. Og þá fyrir við bara í næstu íþróttaflokkun. Ef hjólreiða er verið að tala þá er hérna flokkar sem segja hvernig fötlun er að tala. Íþróttamenn með líkamlega skerðingu keppa ýmis á handahjólum, þríhjólum eða reiðhjólum. Íþróttamenn með sjónskerðingu keppa í takti við sjáanda eða sá sem er með sjón, sá sem getur séð, og hann er þá kallað flugmaðurinn eða sá sem stjórnar. Íþróttaflokkar tegund skerðingar. Það eru mismunandi íþróttaflokkar fyrir handahjólreiðar H1 og H5 þar sem lægri tölur gefa til kynna takmarkanir í bæði efri og neðri útlimum og hærri tölur gefa til kynna takmarkanir í neðri útlimum. Þannig þríhjóla íþróttamönnum er skipt í 2 flokka, T1 og T2. Þar sem þeim fyrrnefnda er úthlutað til íþróttamanna með verulega skerta samhæfingu. Þannig að þeir eru með þá H1 og H2 sem gefur þá til kynna að þeir með takmarkan í bæði efri og neðri útlimum. Þannig að þau keppa þá á þríhjólum. Íþróttamenn sem geta nota venjulega reiðhjól í keppni í 5 íþróttaflokka, C1 til C5. Þar sem lægri tölu gefa til kynna alvarlegra takmarkun í neðri eða efri útlim. Þannig taktilega ég rugglaðist þá með T1 og T2, þeir eru þá með aðeins skerta samhæfingu. En C1, C5 eru með lægri tölur sem gefa það til kynna að alvarlegri takmarkun í neðri eða í efri útlimum. Hjólreiðamenn með sjónskerðingu keppa í takt við sjáanlegan hjólreiðamann fyrir framann. Þá keppa þeir vanlega á hjólum sem eru með 2 sæti á. Já, þannig að þetta var hjólreiðar. Ég hef reyndar að sé fólk keppa með handahjólum. Þetta er rosa bara magnað að sjá þannig hjólreiða fólk keppa. En við skulum fara þá bara í næsta. Ef hestamennsku er verið að tala þá er hérna flokkar sem segja hvernig fötlun er að tala. Allir íþróttamenn keppa saman. Það með líkamlega skertir og sjónskertir. Karlar og konur. Þannig að í hestamennsku, ég fann reyndar ekkert voða mikið upplýsingur það og að þarna þeir eru skiptir eitthvað mismunandi í flokkum sem ég veit ekkert en þetta er allt í lagi. Það fyrir bara í næsta flokk. Ef blindrabolta eða golfból er verið að tala þá er hérna flokkar sem segja hvernig fötlun eru að tala. Til þess að vera gjaldgengnir þurfa leikmenn að vera með minnsta en 10% sjónskerðingu eftir eða sjónasvið takmarka við 40 gráður í þvermál. Þegar tryggja samgjarna á milli liðana verða allir leikmenn að vera með augnhlíf eða augnleppa á sér allan tíman á meðan á leik stendur. Þetta er svipu og blindrafótbolti heldur að þetta er aðeins öðruvísi. Þarna sita þessir einstaklingar á gólfinu að liggja og er með sérstaklega bolta sem er með bjöllu inni sem gefa þær kynna að þeir eru náttúrulega blindir eða sjónskertir og þeir náttúrulega sjá ekki bolta en þeir geta heyrt í boltanum og með því eru þeir að verja markið. Þá fyrir ég bara í næsta fötlunarflokk. Ef júdó er verið að tala þá er hérna flokkar sem segja hvernig fötlun er að tala.
Til þess að vera gjaldgengnir þurfa leikmenn að vera með minna en 10% sjónskerpu eftir eða sjónsvið takmarkað við 40 gráður í þvermáli. Þetta er bara svipað og blindurfótboltinn aðeins öðruvísi. Rauður hringur á erminni á judogi eða judogalanum þegar gefur til kynna íþróttamaðurinn er algjörlega blindur. Þannig að rauður hringur á erminni á galanum þeirra gefur þá til kynna að íþróttamaður sé blindur og hann sér ekki alveg að hann er algjörlega blindur. Þannig að hann getur ekki svindlað. Íþróttamenn keppa í þyngdarflokkum óháð sjónskerðingum þeirra. Þannig að íþróttamenn eru vigtaðir og eru skráðir í þeim þyngdarflokk og keppast þá við annan einstakling sem er í sama þyngdarflokki á hann. Þá förum við bara í næsta grein. Ef parakraftliftingar er verið að tala þá er hérna flokkar sem segja hvernig fötlun er að tala. Fötlun, bæklunarfötlun, þeir sem eru bæklaðir, heilulömun, CP, taugasjúkdómar, paraplegia eða terraplegia. Paraplegia og terraplegia, einnig kalla kvadriplegia, eru tvær alvarlegar gerðir lömunar sem geta stafað að mænuskaða. Paraplegia samanstendur af lömun frá mitti og niður, tap á tilfinningum og hreyfingu í fótleggjum, en venjulega stafar af meiðslum í mjóbaki. Terraplegia er lömun frá hálsi og niður, þar meðan handleggjum, fótleggjum og líkama, sem starfa af meiðslum á hálsi og líkamsbeitingu. Flokkar. Opni flokkar eftir þyngd og líkamsflokki. Kvennagreinar, þyngdarflokkar, 51 kg, 45 kg, 50 kg, 55 kg, 51 kg, 67 kg, 73 kg, 79 kg, 86 kg og pluss 86 kg. Karlagreinar, þyngdarflokkar, 49 kg, 54 kg, 59 kg, 65 kg, 72 kg, 60 kg, 80 kg, 88 kg, 97 kg, 107 kg og pluss 107 kg. Þannig að það er mismunandi þyngdarflokkar í kvennagreinum og karlagreinum. Þannig að parakraftliftingarnar eru þannig. Ég veit það sjálfur að því ég er nýbúin að keppa í kraftliftingum. Það er þannig að þú ert vigtaður hvað þú ert þungur. Og þú ert svo settur í þann þyngdarflokk sem þú ert líkast þín er. Og svo bara velur þú sjálfur náttúrulega sjálfur hvað þyngdir þú ætlar að lyfta í réttstöðu eða deadlift, hnébeygju, squat og backpressu, bench press. Þá verður bara í næstu grein. Og ef parasiglingar er verið að tala þá er hérna flokkar sem segja hvernig fötlun er að tala. PR1 er róðra menn eða siglingamenn með lágmarks eða enga líkamsvirkni sem knýja bátinn fyrst og fremst áfram í
gegnum handleggi og öxl. Þetta þýðir að þeir geta ekki notað hendurnar eins og við gerum. Þessir róðrar eru með léleg sitjandi jafnvægi sem krefst þess að þeir séu festir við bátinn, við sætin. PR2 eru róðramenn sem hafa hreyfivirkni í handleggjum og í líkama en hafa virkni í fótum til að geta haldið sér í sætinu þannig að þeir geta þeir eru festir niður í sætunum með ströppum. PR3 eru róðramenn með hreyfivirkni í fótum sem gerir þeim kleift að geta haldið sér í sætinu með því að spyrna fótunum í fastri stöðu í bátnum. Í þessum flokki eru einnig íþróttamenn með sjónskerðingu. Þannig að PR1 eru þeir sem eru með enga virkni í höndum eða bara svipuð í sundinu og í frjálsum íþróttum og í öllu einu er það kraftmyndun. Við fyrir þá bara í næstu flokkun og það er ef paraskotfimi er verið að tala þá er hérna flokkar sem segja hvernig fötlun er að tala. Í paraskotfimi eru 7 mismunandi íþróttaflokkar fyrir íþróttamenn með annarkvort líkamlega eða sjónskerðingu. Íþróttaflokkasniðið er sett fram í World Shooting Parasport flokkunarreglum og reglugerðum. Flokkar. Íþróttaflokkur SH1 skambissa. Þessi íþróttaflokkur er ætluð íþróttamönnum með skerðingu á efri og á neðri útlimum til keppni í skambissugreinum eða loftbissugreinum. Þetta er þá þeir sem með skerðingu á efri og á neðri útlimum. Þannig þeir sita þá í stólum. Íþróttaflokkur SH1 riffill. Þessi íþróttaflokkur er ætluð íþróttamönnum með skerðingu á neðri útlimum til keppni í riffilsgreinum. Þá er þeir núna með riffil. Íþróttaflokkun SH2 riffill. Þessi íþróttaflokkur er eingöngu fyrir riffilsgreinum og er ætluð íþróttamönnum með skerðingu á efri útlimum sem gerir það að verkum að þeir þurfa að nota skotstól til að styðja við riffilinn. Allt eða ekki með skerðingu á neðri útlimum. Þannig að þetta er svona aðeins öðruvísi. Þarna þurfa þeir að sitja og eru með riffil og þau þurfa skotstól til að styðja sig við. Íþróttaflokkur SGS gildra. Íþróttamenn með léleg jafnvægi og stöðuleika í líkama sem keppa í hjólastólum eða geta setið í venjulegri sitjandi stöðu sem þýðir þeir geta setið í venjulegri stól. Íþróttamenn eru með skerðingu í neðri útlimum en ekki með virkni í efri útlimum. Þeir skjóta af rifflum á fljúgandi diskum eða fljúgandi bolta. Þetta er eins og við höfum bara séð fólk sem eru með riffil og eru að skjóta á fljúgandi diska. Íþróttaflokkur SGL gildra. Íþróttamenn með gott jafnvægi og líkamsvirkni sem keppa í standandi stöðu. Þannig að þeir keppa standandi. Þeir eru þá öðruvísi en öðruvísi en SGS. Íþróttamenn eru með skerðingu í neðri útlimun en ekki með virkni í efri útlimum. Þeir skjóta af rifflum á fljúgandi disk eða fljúgandi bolta sem er bara svipað og í SGS. Íþróttaflokkur SGU gildra. Íþróttamenn með gott jafnvægi og líkamsvirkni sem keppa úr standandi stöði.
Íþróttamenn eru með skerðingu í handleggjum en ekki með skerðingu á líkama. Þeir skjóta með rifflum á fljúgandi disk eða fljúgandi boltum. Þannig að þetta er voða svipað og SGS og SGL nema þeir eru með skerðingu í handleggjum en ekki með skerðingu á líkama. Íþróttaflokkur SHVI Riffill. Þessi íþróttaflokkur er úthlutað íþróttafólki með sjónskerðingu til að keppa í 5 metra riffli. Þetta er þannig að þeir sem eru sjónskertir þeir fá að leggjast á jörðina og eru með riffil í 10 metrum frá skottmarkinu sem gerir þeim kannski kleift aðeins að öðruvísi en þeir sem eru sitjandi. Það fyrir bara í næsta flokkun og það er ef sitjandi blak er verið að tala þá er hérna flokkar sem segja fötlun hvernig fötlun er að tala. Að geta ekki staði er ekki skilyrði til að spila sitjandi blak. Þannig tækna sé að geta allir stundar sitjandi blak að þið vilja. Það eru 2 íþróttaflokkar eftir alvarleika og áhrifum á líkamsstarfsemi í sitjandi blak. VAF-S1 og VAF-S2 minna skert. Skerðingarnar geta verið annarkvort á efri eða á neðri á efri eða neðri útlimum eða báðu útlimum. Liðin geta haft alltaf 2 í VAF-S2 flokki á listanum. Þannig þeir eru þá eru með skerðingu á neðri hluta eða á efri hluta. Og þeir sitja náttúrulega þegar spila það sitjandi blak, náttúrulega gefa til kynna þeir sitja á gólfinu og spila þannig blak sem er öðruvísi en bara hefðbundi blak. Þá fyrir bara í næsta íþróttagrein. Ef parabortennis er verið að tala þá er hérna flokkar sem segja hvernig fötlun er að tala. Afsakið. Það eru 11 flokkar. Flokkarnir sem hjólastólar, TT 1-5, standardi TT 6-10 og greindarskerðingu einhverfu TT 11. Líkamleg skerðing, sitjandi flokkur. Flokkur 1. Þessi leikmenn hafa ekkert sitjandi jafnvægi og alvarlega snerta ekki með sitjandi jafnvægi og alvarlega skerðingu á leikhöndum vegna mænuskemmd, skaða eða lömunarveiki. Þetta er það þannig að þeir eiga erfitt með þau eru í hjólastólum. Flokkur 2. Íþróttamenn í þessum flokki geta heldur ekki sitjandi jafnvægi. En handleggurinn er minna fyrir áhrifum en lýst er í flokki 1. Þannig að flokkur 1 er þá þeir sem eru þau eru báðir náttúrulega í hjólastólum en í flokki 1 er leikhöndin erfið að nota hana vegna mænu skaða og lömunarveiki. Flokkur 3. Leikmenn í þessum flokki hafa enga stjórn á líkama en samt hafa handleggin þeirra lítil áhrif á skerðinguna. Þannig flokkur 3 er þannig að þess eru náttúrulega í hjólastólum og hafa ekki stjórn á starfseminni en geta nota handleggina að þeir hafa handleggin er lítil áhrif á skerðinguna. Flokkur 4. Keppendur hafa
sanngjarnt, hafa gott sitjandi jafnvægi og fullkoma virkni í handleggjum og höndum. Skæring þeirra getur verið vegna lægri mænusskaða eða heilalömunar. Þannig að það er aðeins öðruvísi en flokkur 1, 2 og 3 og flokkur 5 í þessum flokki eru íþróttamenn sem keppa í hjólastólum en eru með eðlilega sitjandi jafnvægi og virkni í handleggjum og handavirkni. Íþróttamennirnir hafa mest líkamlega virkni af þeim sem eru í hjólastólum. Þannig að flokkur 5 er þannig. Aðeins öðruvísi en allir hinir 1-4. Þá förum við í líkamlega skerðing standandi flokkur. Flokkur 6. Leikmenn í þessum flokki standa. Samt eru þeir með alvarlega skerðingu bæði á handleggjum og fótleggjum vegna ófullkomnina mænu skaða, taugasjúkdóma sem hafa áhrif á báða eða aðra hlið líkamans, aðlimanir eða meðfædda sjúkdóma. Sumir leikmenn höndla jafnvel spaðann með munnunum, þannig að þeir spila þá í hjólastólum og geta notað munnun sem hönd. Flokkur 7. Íþróttamenn í þessum flokki eru með alvarlega skerðingu á fótleggjum eða á handlegg, en minna alvarlega en þeir sem lýst er í flokki 6. Til dæmis geta leikmenn með aðlimun á báðum handleggjum oft nota olnbogann keppt í þessum flokki, þannig að þeir geta nota olnbogann til að keppa. Flokkur 8. Í þessum flokki keppa íþróttamenn með miðlungsmikla skerðingu á fótleggjum eða í meðallagi skerðingu handleggs. Stífleiki í báður njám og eða aflimun fyrir neðan olnboga á handlegg eru tilvik sem uppfylla skilyrði. Þannig það er aðeins öðruvísi í flokki 8 en í flokki 7. Flokkur 9. Þessi flokkur er fyrir íþróttamenn með væga skerðingu sem hefur áhrif á fætur eða á handlegg. Sumir íþróttamenn eru með alvarlega skerðingu á handlegg sem ekki spilar, svo sem aflimun fyrir ofan olnboga. Íþróttamenn með stíft hné eða takmarkað hreyfigetu í lið handleggs mega einnig keppa í þessum flokki. Þannig það er öðruvísi en flokkur 8. Flokkur 10. Íþróttamenn með lágmarksskerðingu keppa í þessum flokki. Þetta getur falið í sér stífan ökkla eða úlliðs á handleggjum. Leikmenn með lágvaxna vexti með einnig taka þátt, þannig að þetta er þá fyrir þá sem eru dvergvaxnir. Flokkur 11. Þetta er fyrir íþróttamenn með greindarskerðingu eða einhverju sem uppfylla einnig íþróttasértæk skilyrði fyrir paraborðtennis. Þannig að þetta var paraborðtennis. Þá förum við bara í næstu grein. Ef taekwondo er verið að tala þá er hérna flokkar sem segja hvernig fötlun er að tala. Para-taekwondo keppir í tveimur greinum, kyorugi og pomsai. Flokkar sem keppa í kyorugi munu hafa K forskeytið, flokkar sem keppa í pomsai munu hafa forskeytið P. Eftirfarandi flokkar sem notaðir fyrir para-taekwondo eru kyorugi
líkamleg skerðing K40. K43 nær yfir leikmann með tvíhliða aðlimun fyrir neðan olnboga eða samansvarað tapi á hreyfistarfsemi í báðum efri útlimum. Þannig að þeir eru ekki með þá hendur. K44 nær yfir íþróttamenn með einhliða aflimun handleggs eða samsvara tap á hreyfivirkni eða tap á tám sem hefur áhrif á getu til að lyfta hælnum rétt. Þetta þá þeir sem eru með aflimun og handleggjum eða með tap á tám, þannig að eins og að vanti tá á fæturnar. Heyrnarlausir eru K60. POMSI, sjónskerðing er P10, greindarskerðing er P20, taugaskerðing er P30, líkamleg skerðing er P40, hjólastólar eru P50 og heyrnarlausir P60. Lágvaxnir eða dvergarvaxnir eru P70. Þannig að POMSI eru þeir sem eru blindir, eru með greindarskerðingu, taugaskerðing, líkamlega skerðing, hjólastólar þeir sem eru hjólastólum, heyrnarlausir og þeir sem eru dvergvaxnir. Þannig að þetta var para-taekwondo og þeir keppa í þessu. Ef paradýrsraut er verið að tala þá er hérna flokkar sem segja hvernig fötlun er að tala. PT 12C 1-2. Íþróttamenn með takmarkaða hreyfigetu í neðri PT 12C 2 og í efri útlimum eru PT 12C 1. Þau nota handahjólastól fyrir hjólreiðagreinum og kapparstól fyrir hlaupagreinum. PT 2-5 Íþróttamenn með takmarkaða hreyfigetu í neðri og í efri útlimum og lægra flokkanúmer þýðir að það eru fleiri hreyfigeta. Þau keppa í venjulegum hjólreiðum og hlaupagreinum. Hjálpartækin eins og gervifætur og breytingar á hjólum fer undir stjórn IF, the International Federation. PT VAF 1-3 eru íþróttamenn með sjónskerðingu, skipt í 3 flokka eftir alvarleika sjónskerðingu, sjónsnerpa og sjónsviðs. Þannig að einn flokkur er sjónskerðingar, önnur er sjónsnerpa og þriðja þá sjónsvið, eða þessi skiptir í 3 flokka eftir þessu. Íþróttamenn í PT 12C og PT VAF flokkum keppa í sameinum greinum með keppnistímabili fyrir hvern íþróttaflokk. Þá förum við í næsta fötlunarflokk. Við hjólastóla körfubolta ef við erum að tala þá er hérna flokkar sem segja hvernig fötlun er að tala. Íþróttaflokkar, tegundir skerðingar. Í hjólastóla körfubolta leikmenn settir í flokkakerfi frá tölunum 1 til 4,5 til að finna út í hvaða fötlunarflokk þau eiga að vera í. Þó að flestir íþróttamenn hafi eðlilega handleggi og handvirkni þá er aðalmunurinn á milli flokka stjórn á líkama og sitjandi jafnvægi sem hefur áhrif á getu leikmenn til að grípa boltann og geta sendt bolta til liðsfélagans síns. Lægðartalan þýðir fleiri takmarkanir. Liðin er skipað af 5 leikmönnum og summan á stigum verður að vera 14 eða færri. Þannig að í liðum eru skipt 5 leikmenn í hvert lið og stigakerfið þannig að þú verður að vera með og í hvaða í hverju tölu leikmaðurinn er í verður að vera 14 eða færri.
líka þegar þú skorar í körfubolta. Þá fyrir bara í næsta flokk. Ef hjólastóla skylmingar er verið að tala þá er hérna flokkar sem segja hvernig fötlun eru að tala. Skylmingar í A-flokki hafa góða stjórn á líkama, en íþróttamenn í B-flokki eru með skerðingu sem hefur áhrif á líkamsstöðu þeirra eða skylmingar handlegg eða skylmingar getu. Það þýðir að þeir sem eru í B-flokki eiga erfitt með að halda á skylmingasverðinu. Og já, þannig að við förum í flokkur 1A. Keppendur geta haldið jafnvægi í hjólastólunum og eru með fötlun sem kemur í veg fyrir framlengingu á olnboga á því hendi sem þau halda á skylmingasverðinu í. Þannig já. Flokkur 1B. Keppendur geta ekki haldið jafnvægi í hjólastólnum og eru með fötlun sem hindrar fingurhreyfingu í þeirri hendi sem þau halda á skylmingasverðinu í. Þannig að það er aðeins öðruvísi heldur en hjá þeim í flokki A. Þannig já, það er þá hluti á þeim þannig sem já, er aðeins öðruvísi heldur en í flokki 1A. Sem þýðir náttúrulega að þeir í 1A eru með fötlun sem er í olnboganum, en þeir sem eru í 1B er að hindra með fingurhreyfingarna, geta ekki stjórna með fingrunum. Flokkur 2. Keppandi fær að halda jafnvægi í hjólastólnum. Flokkur 3. Keppandi fær að halda jafnvægi í hjólastólnum en getur ekki nota fæturna til aðstoðar. Þannig að þá mismunandi í flokkur 2, þá er keppandi í flokkur 2, þá getur hann nota fæturna til aðstoðar heldur en í flokki 3. Flokkur 4. Keppendur fær að halda jafnvægi í hjólastólnum og getur notið fæturna til aðstoðar. Sem er þá öðruvísi enn í flokki 3. En hvað með það? Þá fyrir við bara í næsta íþróttaflokkun. Ef rugby fyrir hjólastóla er verið að tala þá er hérna flokkar sem segja hvernig fötlun er að tala. Ruðningsspilarar í hjólastól eru flokkar í punktakerfi frá tölunum 0,5 til 3,5. Stigaúthlutun þeirra er háð takmörkunum á virkni handleggs og líkamans sem hefur áhrif á ruðningsfærni hjólastóla. Svo sem meðhöndlun bolta, að grípa, senda, halda á boltanum og stýrihæfni í hjólastólnum, byrja, stöðva og beygja, tækla og hindra andstæðinga. Liðin eru skipað af 5 leikmönnum og summa af stigum verður að vera 8 eða færri. Þannig að þetta er voða svipað eins og í hjólastólakörfubolta, nema þetta er ruðnings fyrir hjólastóla. Þá förum við bara í næstu íþróttagrein. Ef hjólastólatennis er verið að tala þá er hérna flokkar sem segja hvernig fötlun er að tala. Það eru 2 íþróttaflokkar í hjólastólatennis. Opinn flokkur fyrir íþróttamenn með varanlega skerðingu á öðrum fótleggjum eða á báðum fótleggjum en með eðlilega virknisstarfsemi í handleggjum. Og quad-flokkurinn er fyrir íþróttamenn með takmarkaða starfsemi í handleggjum sem takmarkar getu til að geta höndlað gripið og geta notið tennisspaðan og stjórna hjólastólnum. Já, þannig að það er 2 munir á opnum flokki og quad-flokknum.
Þá förum við bara í næsta og það vetraíþróttir. Og vetraíþróttir eru það sem ekki sama og sumaríþróttir. Ef við para alpagreinum á skíðum við að tala þá hérna flokkar sem segja hvernig fötlun að tala. Íþróttamenn í para alpagreinum eru flokkar í eftirfarandi íþróttaflokka. Íþróttaflokkasniðin eru sett fram í heimsflokkunarreglum og reglugerð fyrir para alpaskíði. Íþróttaflokkar L12 1-9 standandi skíðafólk. Skerðing á neðri útlimum. Íþróttaflokkur L12 1 íþróttamenn eru með skerðingu á báðum fótleggjum. Þannig að þeir eru þá í sitjandi. Þeir sitja þá á sérstakum stól sem fest á skíðin. Íþróttaflokkur L12 2 íþróttamenn með skerðingu á öðrum fæti. Það þá öðruvísi heldur en L12 1 því að þá eru þeir öll bara svipað í sitjandi stöðu líka. Íþróttaflokkur L12 3 íþróttamenn eru með skerðingu á báðum fótleggjum. Þannig að Jú, það er rétt, sorry. Þá er það bara svipað L12 1. Íþróttaflokkur L12 4 íþróttamenn með skerðingu á öðrum fæti. Þannig að mismunandi kannski við L12 2 segjum svo að þeir sem með skerðingu í vinstri fæti og þeir sem í L12 4 eru þá með skerðingu á hægri fæti. Skerðingu á efri útlimum. Íþróttaflokkur L12 5-7 íþróttamenn með skerðingu í báðum handleggjum og keppa án skíðastanga. Þannig að í þessum L12 5-7 eru með skerðingu í báðum höndum og keppa þá ekki með skíðastangir sem því að þeir nota ekki skíðastangir. Íþróttaflokkur L12 6-8 íþróttamenn eru með skerðingu í öðrum handleggi og keppa með eina skíðastöng. Þannig að það aðeins öðruvísi heldur en íþróttaflokkur L12 5-7 þar sem þeir eru báðir með skerðingu á báðum höndum heldur en í L12 6 og 8 þar sem þeir eru bara með skerðingu í öðrum handleggi og keppa þá með einum skíðastöng. Samanlög skerðingu á efri og neðri útlimum. Íþróttaflokkur L12 9 skíðamenn í þessum íþróttaflokki eru með skerðingu sem hefur áhrif á handleggi og fótleggi. Það fer eftir eðli og takmörkunum virkni hjá þeim hvort þeir keppa á einum skíðum eða á tveim skíðum og eru með eina skíðastöng eða með tvær skíðastöng. Þannig það aðeins öðruvísi heldur en L12 1, 2, 3, 4 og L12 5, 6, 7 og 8. Og íþróttaflokkur L12 10-12 eru sitjandi skíðafólk. Þannig að þá ég satt vitlaust að með L12 1, 2, 3, 4 að þeir eru þá standandi. Ég veit ekki hvernig virkar en þetta bara það sem ég fann. Íþróttaflokkur í L12 10-12 allir sitjandi skíðamenn eru með skerðingu sem hefur áhrif á fætur og keppa í sitjandi stöðu. Þannig að það öðruvísi heldur en í standandi greinunum. Íþróttaflokkur B1-3 skíðafólk með sjónskerðingu. Íþróttaflokkur B1-3 íþróttafólk í þessu íþróttaflokkum eru með sjónskerðingu og uppfyllir lágmarksskerðingar skilyrði til að keppa.
Íþróttamenn með sjónskerðingu skíða með leiðsögumanni sem gefur munnlega leiðbeiningar til íþróttamannsins, sem náttúrulega skiljanlegt af því hann er blindur og sjónskertur. Herru, þá förum við bara í næsta íþróttagrein. Ef paranorræn skíði, paragönguskíði, ef við að tala þá er hérna flokkar sem segja hvernig fötlun er að tala. Íþróttafólk í paranorrænum skíðum er flokkað í eftirfarandi íþróttaflokka. Íþróttaflokkurinn eru sett fram í World Para-Nordic Skiing Classification reglum og reglugerðum. Íþróttaflokkur L12-1-9 standandi skíðaflokkur. Skerðing á neðri útlimum. Íþróttaflokkur L12-1 íþróttamenn eru með skerðingu á báðum fótum. Íþróttaflokkur L12-2 íþróttamenn með skerðingu á öðrum fæti. Íþróttaflokkur L12-3 íþróttamenn með skerðingu á báðum fótleggjum. Íþróttaflokkur L12-4 íþróttamenn með skerðingu á öðrum fæti. Þannig þetta er bara svipað og para-alpagreinunum í skíðum. Skerðing á efri útlimum. Íþróttaflokkur L12-5-7 íþróttamenn eru með skerðingu í báðum handleggjum og keppa án skíðastanga. Íþróttaflokkur L12-6-8 íþróttamenn með skerðingu í öðrum handlegg og keppa með einum skíðastöng. Samanlögð skerðing á efri og neðri útlimum. Íþróttaflokkur L12-9 skíðamenn í þessum íþróttaflokki eru með skerðingu sem hefur áhrif á handleggi og fótleggi. Það fer eftir eðli og takmörkun virkni hjá þeim hvort þeir keppa á einum skíðum eða á tveim skíðum og eru með eina skíðastöng eða með tvær skíðastangir. Þannig þetta voru bara svipað og para-alpagreinarnar. Íþróttaflokkur L12-10-12 sitjandi skíðafólk. Íþróttaflokkar L12-10-12 allir sitjandi skíðamenn eru með skerðingu sem hefur áhrif á fætur og keppa í sitjandi stöðu. Og íþróttaflokkur B1-3 skíðafólk með sjónskerðingu. Íþróttafólk með B1-3 íþróttafólk í þessum íþróttaflokkum eru með sjónskerðingu og uppfyllir lágmarksskerðingarskilyrði til þess að keppa. Íþróttamenn með sjónskerðingu skíða með leiðsögumanni sem gefur munnleg leiðbeiningar til íþróttamannsins. Þannig, já, þetta er bara svipað og para-alpagreinarnar. Herru, það verður bara í næstu grein. Og það er, ef para-ísokki er að tala þá er hérna flokkar sem segja hvernig fötlun er að tala. Upplýsingar flokkun í para-ísokki eru sett fram í World Para-Ice Hockey Classification reglum og reglugerðum. Íþróttamenn verða að vera með eina af hæfilegum skerðingum og uppfylla lágmarksviðmið. Skerðingu fyrir íþróttina sem sett eru fram í þessum reglum til þess að vera keppnishæf. Í para-ísokki er aðeins einn íþróttaflokkur. Allir íþróttamenn í íþróttaflokki eru með skerðingu í nærri hluta líkamans. Allir leikmenn í liðinu verða að uppfylla skilyrði lágmarksskerðingu til þess að keppa í para-ísokki. Þannig að í para-ísokki eru þá allir sitjandi í sitjandi stöðu sem er óborðlega merkilegt. Herru, þá ferum við næstu grein. Ef para-snjóbretti er verið að tala þá er hérna flokkar sem segja hvernig fötlun er að tala. Upplýsingar flokkun í para-snjóbretti sett fram í World Para-Snowboard Classification reglum og reglugerðum. Íþróttamenn verða að vera með einn af gjaldgengnum skerðingum og uppfylla lágmarksskerðingar viðmið fyrir íþróttina sem
sem sett fram í þessu reglum til að vera gjaldgengnir til að keppa. Íþróttaflokkar SBLL1. Íþróttamenn með skerðingu á einum eða báðum fótleggjum. Íþróttaflokkur SBLL2. Íþróttamenn með skerðingu á öðrum eða báðum fótleggjum. Íþróttaflokkur SBUL. Íþróttamenn með skerðingu í öðrum eða báðum handleggjum. Þannig að við sjáum hérna í íþróttaflokknum SBLL1 aðeins öðruvísi heldur en SBLL2 og aðeins þannig öðruvísi í SBUL. Þannig að það mismunandi eftir hvernig keppa. Ég hef náttúrulega aldrei séð það, en þetta mjög fræðilegt. Hörru, þá fyrir við bara í síðustu greinina. Ef para hjólastóla krulla verið að tala þá hérna flokkar sem segja hvernig fötlun að tala. Íþróttin opin fyrir íþróttamenn og íþróttakonur sem eru með líkamslega skerðingu í nærri hluta líkamans. Þar á meðal mænuskaða, heilalömun, MS, aðlimun í báðum fótum. Liðin skipt bæði í körlum og konum og íþróttin núna stunduð í 24 mismunandi löndum. Pælið því gott fólk. Þetta stundað í 24 mismunandi löndum, en ég held að við sem ekki með svona. Þau sitja í sérstökum stólum og kasta krullunni með prikinu úr stólnum, en ekki vita að þetta væri allt öðruvísi en ófatlaðar krullur. Þannig já, þetta var síðasta greinin. Þetta var þátturinn í dag og ég vil þakka ykkur kærlega fyrir að hlusta á þáttinn. Ég ætla ekki að hafa þetta neitt lengra og ég vona að þetta hafi hjálpað ykkur að skilja munin á flokkun í íþróttum fatlaðra. Og vonandi var þetta fræðilegt og ég bið aftur innilega afsökunar með allar þessar misskilningar í sömum greinum, en vonandi það ekkert verra fyrir ykkur. Þannig já, eins og ég sagði, þá ætla ég ekki að halda lengra og ég mun sjá ykkur í næsta þætti. Hafa það gott og njótið dagsins. Bye bye. Takk fyrir að hlusta. Ég skemmti mig konunglega, en þú? Og mér fannst það voða fræðilegt sem ég var að tala í þættinum í dag. Ég vona líka að hann hafi hjálpað þér í gegnum daginn á meðan varst að hlusta á hann. En ég ætla ekki að hafa lengra og ég mun sjá þig í næsta þætti.